Andrea, aðeins síðast ár, segðu okkur frá því hvað var svona best og efst á baugi hjá þér? Já, náttúrulega bara síðasta ár var eiginlega bara ótrúlega gott og eiginlega gekk bara allt upp sem mig langaði að gera. Og þetta bara Laugavegurinn náttúrulega bara geggjaður og ótrúlega svona ánægð með hann. Og svo þetta auka plúsa að fara svo maraþónið í Reykjavíkurmaraþóninu sem var svona ekkert planið hjá mér. En mjög glöð að hafa tekið hann bara og fengi Íslandsmeistaratitil í maraþóninu. Og svo enda árið á að fara 2 sinnum erlendis í utanlandshlaup sem líka ógeðslega góð upplifun og góð reynsla. Þú fórst til Thailand, svona ævintýraferð á HM? Já, það var í nóvember. Svona þetta var búið að vera frekar langt tímabil, þannig ég var alveg fann alveg að ég var orðin svolítið þreytt og kannski ekki alveg svona, kannski í því besta formi sem ég hefði getað verið, en þetta bara ótrúlega góð reynsla og þetta var alveg bara frábær ferð, þannig já, bara allt gekk svona þannig séð upp, sko. En hvernig hefurðu eftir vetur og hvað planið núna á þessu ári? Já, eftir HM í Taílandi tók ég svona aðeins svona rólegt og var bara svona að vinna í grunninum og aðeins svona á gönguskíðum með í vetur eins og síðasta vetur. Mér fannst það virka mjög vel í fyrra, þannig ég að gera það aftur núna og jafnvel aðeins meira en ég gerði í fyrra. Og svo var ég að byrja hjá fjallahlaupaþjálfun. Ég hef ekkert verið með þjálfara síðustu 2 ár, þannig ég er mjög spennt að vera komin í svona góðan æfingahóp og með svona meira svona planaða áætlun og hjá hann að Tobba og Evu hann í fjallahlaupaþjálfun. Þannig ég er mjög spennt að sjá bara bætingarna sem koma frá því og náttúrulega mörg bara skemmtileg hlaup og verkefni núna á þessu ári. Það er náttúrulega aftur HM í fjallahlaupum í júní í Austurríki sem að bara bráðum fara að tilkynna liðið í því og það er auðvitað markmiðið að fara þangað. Og svo er svona smá auka markmið að mig langar aðeins að fara aftur á brautina. Já. Ég veit að þú verður sáttur við það. Já. Þannig, þú átt mikið inni það. Já, ég nefnilega veit að ég á svolítið mikið inni og áður en ég fer alveg yfir í fjallahlaupin það langar mér svolítið að svona ná betri tímum þar, bæði 3000 hindrun, 5000 og jafnvel 10.000. En hvað með hálfmaraþon og heilmaraþon? Já. Það eitthvað á dagskrá? Svo er það líka eitthvað sem ég langar að gera. Það er erfitt að langa svona að vilja gera allt, maður veit ekki alveg hvernig þetta passar allt saman. En það er klárlega markmið að vilja fara allavega eitthvað alvöru maraþon, en ekkert svona sem er komið á dagskrá. Ég er eitthvað aðeins að hugsa um Valencia í desember. Það voru það ekkert fyrir neinu öðru, ekki fyrir fjallahlaupunum og brautinni. Þannig það er svona eitthvað sem ég er að hugsa um, en ekkert búin að negla neitt niður. Flott.